Í þessu fyrirlestri ætla ég að fara stuttlega yfir sögu Hamraborgarinnar og setja hana í samhengi við þær framkvæmda áætlanir sem Kópavogsbær ætlar að ráðast í á næstu árum. Hér sjáum við yfirlitsmynd yfir Hamraborgina og kirkjuholtið. Myndin er tekin 1962 og á milli Hamraborgarinnar og kirkjunar liggur Hafnarfjarðarvegurinn sem klýfur bæinn í tvennt. Ofarlega á myndinni sést Kópavogsbíó og síðan sjáum við kirkjuna hægra megin fyrir neðan, nýbyggða á kirkjuholtinu. Hér horfum við til vesturs og sjáum í nærmynd gömlu Shell-bensínstöðina sem margir kannski kannast við. Leigubílar frá Hrifli bíða eftir viðskiptavinum við Staur. Kópavogskirkja er elsta kirkja Kópavogs. Hún stendur á Borgarholti í Vesturbæ Kópavogs, oft nefnt kirkjuholt af íbúum. Kirkja var reist á árunum 1958 til 1962 eftir teikningum Harðar Bjarnasonar húsameistara ríkisins og Ragnars Emilssonar arkitekts hjá embætti húsameistara. Kirkja stendur á stað sem nefnist Borgir eða Borgarholt. Hér horfum við í austur. Horft í átt af Kópavogsbíói. Þessi hæð var áður kölluð Skeleton Hill af setuliði bandamanna. Ástæða fyrir þeirri nafngift var að forna beinagrindur fundust þegar verið var að reisa búðirnar. Hér horfum við í suðaustur í átt að Lindunum og sjást Bláfjöllin í fjarska. Ásjón á Kópavogs líkist einna helst litlu sveitaþorpi. Hér horfum við frá Reykjavík, eftir Kringlumýrarbrautinni, sem þverar Fossvogsdalinn og upp á hæðina við Hamraborgina. Takið eftir bifreiðunum sem eru hverri annari glæsilegri og aka á vinstri akri. Myndin er tekin í kringum 1962 en hægri umferð var tekin upp 1968. Mikilvægar samgönguleiðir lágu yfir í Kópavog og yfir í næstu sveitarfélög. Shell-stöðin skipaði mikilvægu hlutverki sem samskiptamiðstöð. Hér er yfirlitsmynd frá árinu 1973, en uppbygging hefur átt sér stað í Kópavogi og heilmiklar samgöngubætur hafi verið gerðar. Myndin sýnir hvar gjáin er komin og fyrsta brúin komin til að sameina bæjarhlutana frá austri til vesturs. Hér sjáum við mynd frá 1982 sem sýnir skiptistöðuna í öllu sínu veldi. Þar var vinsælasta félagsmiðstöð ungmenna í Kópavogi á þessum árum, en gjarnan voru undurgöngin sem tengdu skiptistöðuna við Hamraborgina uppfull af ungmennum allar helgar. Eins má ekki gleyma að minnast frægu Íkarisvagnanna sem þóttu vera gæðagripir. Hér sjáum við Hamraborgina í kringum 1982. Í dag, 39 árum síðar, eða árið 2021, er hún nánast algjörlega óbreytt. Á þessu tíma er verið að ljúka við Hamraborg 12 og í stað Shell-bensínstöðarinnar er komin Olís-bensínstöð í bílakjallara. Hér sjáum við saman Hamraborgina og Fannborgarreitin á yfirlitsmynd. Verið er að taka grunn fyrir Fannborg 4 og Fannborg 6. Á þessu tíma var ekki búið að byggja gjána, né búið að reisa gjábakka, húsnæði og félagsmiðstöð eldri borgara. Á myndinni sést að verið er að grafa fyrir einföldu bílakjallara sem að Fannborgarhúsin munu standa á. Hér sjáum við fallega yfirlitsmynd af Kópavogi sem tekin er í kringum 2000, en þarna sést að bókasafns Kópavogs er í byggingu, en flutt var inn í það árið 2002. Hér má sjá glöggt hvernig lega bæjarins liggur frá austri til vesturs þar sem Hamraborgin er í miðpunkti bæjarins. Lega Hamraborgar í miðjum Kópavogsbæ ásamt Kópavogskirkju sem trjónur á toppi kirkjuholtsins sýna með óyggjandi hætti að þarna slær hjartað í Kópavogi og er sannarlega hinn eini miðbær bæjarins, fallegi bærin okkar. Hamraborgin er gríðarlega vel staðsett á höfuðborgarsvæðinu. Stutt er til allra áfangastaða og liggja greiðar samgöngur til og frá. Staðurinn er því sérstaklega hentugur þar sem fólk og fyrirtæki geta þrifist og dafna. Nú stendur fyrir dyrum að breyta í Hamraborginni. Rétt er að sagt ekki beint í Hamraborginni, heldur sunnamegin við hana eða Fannborgarreit og Traðarreit. Á myndinni sjáum við framan á Fannborgarreitin. Þar er gamla Kópavogsbíó og félagsheimilið ásamt Fannborg 4 og 6 sem eru okkur nær, Bláa og Rauða húsið.
Fyrir aftan Fannborgarreitin liggur traðreitur og á honum eru 8 einbýlishús. Flestum ljóst að skipulagið hér fyrir aftan hefur mistekist af flestra mati. Bílarnir eru allsráðandi og taka undir sig besta staðinn á svæðinu sem skjólsælt, sannkallað sólatorg. Þar sólberna bílarnir allan daginn. Nánast ekkert ráð hefur verið gert fyrir mannlífið, fyrir utan örfáa plöntur og trjágróður. Þrátt fyrir þessa stöðu dagsins í dag má sjá fyrir sér fjölmörg tækifæri ef til uppbyggingar kemur. Myndin sýnir glögglega hversu sólríkur staður þetta svæði og auðvelt að sjá fyrir sér sólatorg með veitingahúsum á jarðhæðum sem hægt var að tengja yfir á traðareit. Hér verður hægt að sjá fyrir sér iðandi mannlíf á sóladögum þar sem fólk getur sest niður og notið veðurblíðunar eða þá á veturnar væri hægt að skapa jólamarkastemmingu og skautasvæði á torginu líkt og við þekkjum frá Ingólfstorgi. Fjölmörg dæmi svokölluð skipulagslys að finna á svæðinu. Gleggsta dæmið það svokölluð hurð dauðans, sem eitt helsta kennileitið á þessum stað. Fjölmargar kenningar hafa verið settar fram varðandi tilurð hurðarinnar og tilgang, en staðreyndin sú að í raun var aldrei klárað að byggja bílakjallarann sem átti að koma sem gólf fyrir neðan hurðina. Niðurstaðan þessi. Hamraborgin var aldrei kláruð. Engin heildstæð sýn var mynduð svæðið. Áratuga áhugaleysi bæjarins sýnir sig best í því að ásjónan hefur ekki breyst eða batnað langt skeið. Sumir segja að Hamraborgin sé svo misheppnuð að í raun sé alveg sama hvað gert verður, útkoman mun alltaf toppa það sem fyrir Þó eru aðrir sem eru þessu ekki sammála og telja að hægt sé að nýta þetta dýrmæta tækifæri til að eiga samráð við bæjarbúa og fulltrúa bæjarins og finna út hvernig hægt sé að glæða miðbæinn okkar lífi og tilgangi. Fjárfestar byrja að kynna hvað þeir ætla að gera. Kynningagögn eru sett á netið þar sem framkoma háleitar hugmyndir lifandi samfélag, sólrík útisvæði og miðbæjastemmingu í kringum fallega byggingar undir kjörorðunum það þarf fólk til að skapa mannlíf. Fjöldinn allur af stemmingsmyndum eru birtar og gefið í skyn að útkoman verði í líkingu við þær. Sýndar voru svipmyndir frá Hamraborgarsvæðinu og bornar saman við stemningsmyndir fjárfestana af því sem þeir ætluðu að bjóða í staðinn. Í bland við kynningagögnin voru sett fram heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem áttu að vera leiðarljós verkefnisins, markmið sjálfbæra þróun. Nú voru sett fram fyrstu drög að uppbyggingu í Hamraborginni. Gríðarlegu metnaður í þéttingu, út þannig viðskipta áætlun og væntingar fjárfesta gríðarlegar. Lagt á ráðin með Íslandsmeti íbúðaþéttingu í uppsiglingu. Sjálf Kópavogskirkja var upphækkuð til að samsvara turnunum á kynningagögnunum. Flugsamgöngur settar í hættu vegna hæðar byggingana. Bæjarbúar grunlausir enda ekkert samráð hafti þá við undirbúning þessara hugmynda. Hönnunarferlið hélt síðan áfram og breyttist þar sem ekki fékkst leyfi fyrir hæðbyggingana vegna flugöryggissjónarmiða. Þá komu fram nýja tillögur. Tillögurnar fengu heitið Vinnslutillaga 1. Í stað þess að leita upp á við var farið svo leið að þétta eins og hægt var byggingamagnið á þeim reit sem þeir fengu til umræða. Í raun fóru þeir út fyrir þau lóðamörk sem þeir upphaflega fengu við uppkaup á Fannborgarreitnum, en í gegnum sérsamninga við bæjarstjórn brutu þeir af sér þau lóðamörk og út að mörkum deiliskipulagsreitsins. Úrvarð 16 til 18 hæða hótelturn ásamt 13 hæða blokkaþyrpingu mitt á milli bygginga sem fyrir eru á svæðinu. Í tillögunum var gert ráð fyrir yfirborðsgróðri á svæðinu til að uppfylla staðla grænt umhverfi, en þegar betur var að gáð var sá gróður upp á 4. til 5. hæð upp á stöllum þar sem óvíst að nokkur fái að njóta þeirra þar. Hönnuðir fjárfestana fóru nú að teikna stemmingsmyndir af svæðinu. Sýndar voru turbyggingar í bland við léttklætt fólk í sumarveðri með miklum yfirborðsgróðri
og mikillri torgastemmingu. Hér sjáum við mynd af Hálsatorgi. Þar sem veðuraðstæður eru eins og best verður á kosið og sólhlífar eru settar upp til að hlífa sitjandi gestum fyrir sólinni. Þeir sem þekkja hins vegar ríkjandi veðuraðstæður á þessu torgi vita að vindar leika ávallt glatt torgið allan ársins hring, þannig að stemmingin á þessari mynd rímar ekki vel við raunveruleikann. Hér sjáum við þvílíka stemmingu, en búið að breyta vindasömu bílastæði í útikaffihús. Torgið staðsett upp á 2 hæða bílakjallara, hátt fyrir ofan jarðhæð, opið fyrir sól og sterkum vindstrengjum úr höfuðáttum. Auðveldlega má ætla að ókunnir svæðinu gætu fallið í þá gryfju að trúa þessum stemningsmyndum, en þeir sem þekkja svæði best vita að vegna staðsendingu þessa torgs mun alltaf næða mikill vindur og því ómögulegt að trúa því að hér geti verið útikaffihús með 3 metra breiðum sólhlífum. Bara ef við gætum leyst öll mál með stemningsmyndum. Hér sjáum við úr suðurátt vinnslutillögu 2. Byggingarnar hafa verið lækkaðar aðeins og hótelturnir lækkaður á 18 hæðum í 5. Sjá má rauðar útlínur húsana frá vinnslutillögu 1. Gulu kassarnir sýna þá hæð, bygginga og legu fyrir vinnslutillögu 2. Vinstra megin hjá rauðu örinni sjáum við hvar Hálsatorg en hvíta örin á miðri mynd bendir á nýja Sólatorgið með útikaffihúsinu. Bak við alla nýbyggingarnar, norðamegin, á Mannleysásin að koma, en upp af hans byrja þar sem rauða örin til hægri bendir á væntanlegt bakari á Traðareit. Núverandi tillögur í kynningu. Rauðu turnarnir eru viðbótarbyggingarmagnið inn á svæðið. Undir öllum mannvirkjaklasanum gríðarlegt flæmi af bílastæðum, 2 hæða, ásamt hjólageymslum. Grænubyggingar eru núverandi byggð. Ljóst að nálægð og hæð nýju bygginganna eru mikið inngrip inn í núverandi byggð. Hver vill fá 12 hæða háhýsi, 12 til 14 metra frá úti hurðinni sinni? Mannleysás liggur frá austri til vesturs, norðan megin við byggingarnar, þannig að sólin skín aðeins snemma að morgni inn á ásinn og klukkan 18 á kveldi. Unnendur sólarinnar verða þá að hafa það í huga. Á myndinni sjást turnar 1, 2 og 3 og munu þeir hjálpast við að skyggja á sól og skjólríkasta svæði sem nú á þessu svæði, en það sunnan megin við kaffihúsið te og kaffi. Mjög þröngt á milli húsa, 12 til 15 metrar á köflum. Það mikið fóður fyrir hraða loftvinda. Hér sjáum við tölulegar upplýsingar, en samkvæmt þeim verða reistar 550 íbúðir á svæðunum. Þannig gætu risið 1000 íbúðir í heild sinni í Hamraborg miðað við fyrirliggjandi hugmyndir, ofan á það sem fyrir Tölurnar sýna hversu gríðarlegt magn fermetra ofanjarðar sem og neðanjarðar munu rísa og nýtingarstöðullinn á sér engin fordæmi hér á Íslandi. Nú skulum við skoða nýjustu stemningsmyndirnar úr nýjustu tillögunum. Hér sjáum við fyrirhuga Sólatorg og allt krökkt af fólki og iðandi mannlíf á nýja Sólatorginu. Pylsuvagnin opin, verið að afgræða koktela fyrir framan kaffihúsið og til að komast upp á þetta torg þarf að aka inn í bílakjallarann, taka lyftu upp á aðra hæð til að geta notið torgsins. Einnig má nálgast torgið norðamegin frá með því að fara upp stiga eða lyftu. Af þessu má sjá að torgið alls ekki í alfaraleið, né mun ríkjandi veðrátta á þessu svæði hjálpa til með vinsaldi þess. Á þessari mynd sjáum við hvernig hægt að blekkja með stemmingsmyndum. Bilið á milli Gjábakka, húsins hvíta á móti okkur og turnsins sem við sjáum í hornið vinstra megin á myndinni á að vera 10 til 15 metrar. Á myndinni má ætla að mun meira bil sé á milli þeirra raunverulega verður. Þetta gert með því að beina sjónarhorninu upp á við þannig að allar hæðalínur bogna frá
og sýnast því byggingarnar vera lægri. Eins sýnast allar fjarlægar vera lengri. Þetta villandi framsetning og blekkjandi. Máttur stemningsmynda mikill. Þær fá fólk til að sjá raunveruleikann í nýju ljósi. Þessi mynd virðist sýna opið og fallegt torg með sólhlífum sem eiga að hlífa fólki fyrir sólarljósi. Svo ekki. Með myndvinklinum sjónarhornið glent upp þannig að turnarnir sveigja frá og sýnast fjær og lægri. Það heil fræðigrein á bakvið gerð svona stemningsmynda. Ekki eru þó allir sem láta blekkjast. Hér sjáum við mynd af sama svæði borið saman við stemningsmyndina. Teiknaðar hafi verið útlínur byggingana til að sýna hvar það munu rísa samkvæmt tillögunum. Sýnt að bilið á milli Hamraborgar 10, þaðan sem myndin tekin, og að byggingunni sem næst einungis 3 bíllengdir. Bersýnilegt miðað við þessa afstöðumynd að sólartorg á þessu stað óhugsandi. Rauðu línurnar sem fjær sýna hvar 12 hæða turn mun rísa og þannig skyggja á sólina fram til klukkan 4 á daginn. Myndin tekin klukkan 5 og þá sést af skuggatrésins á miðri mynd hvernig sólin skín og því sólhlífar sem sjást á stemningsmyndinni algjörlega óþarfar. Hér verður því að ræða skuggasund langt fram eftir degi þar til klukkan 6 að kvöldsólin nær að skína inn í sundið. Hér sjáum við torgið eins og það nú. Það virðist næstan merkilegt að hönnuðu tillagana hafa ekki komið auga á tækifærin til að útbúa hér fallegt sólartorg handa íbúum bæjarins til að njóta. Hér sjáum við sama svæðið að ofan. Byggingarnar flæða yfir hið raunverulega sólartorg. Restin af því fer undir skuggavarp af byggingunum. Ótrúlegt að hámenntaðir hönnuðir missi af slíkum gæðasvæðum sem verðmætustu svæðin hvað varðar að laða fólk að. Fólk á ekki erindi í skuggasund. Ef þessar tillögur ganga eftir, þá hefur þeim tekist að hanna stærsta og dýrasta pissusund í Kópavogi. Gulu línurnar á myndinni sýna hvar grunnflutur byggingana munu liggja á milli húsana sem fyrir á svæðinu. Eftirtektarvert hversu nálægt byggingarnar munu verða að núverandi húsum og hversu augljóst það að birtuskilyrði á milli húsana verður nánast ekkert. Að auki þá verða vindgæði á milli þeirra lítil þar sem að loft þarf að brjótast þröngva stíga á mannlífsafsnum. Á uppbyggingatímanum verður mikið jarðrask þegar tekið úr grunnberginu niður fyrir 2 hæða bílakjöllurum og á þeim tíma ljóst að aðgengi íbúana til dæmis í Fannborg verður mjög lítið og hættulegt. Bílastæði fyrir fatlaða verða færð frá íbúðunum yfir á svæði þar sem erfiðara fyrir notendur þeirra að nálgast þau. Næsta víst má telja að það sé verið að brjóta á réttindum íbúana. Hér sjáum við hvernig heildarskipulagið á að verða ef við skoðum vinnslutillögur frá skipulagsráði. Umtalsverð þétting einnig áætluð umfram það sem nú ræðir. Sú þétting mun koma fram á seinni stigum og virðast því ekki vera skipulögð í takt við aðra þéttingareiti. Því að ræða ákveðin bútasaum í skipulagsferlinu þar sem reitirnir skipulagðir samhengislaust í sitt hvoru lagi. Skoðum sjálft Hamraborgarsvæðið sem við sjáum í hægra horni efst á myndinni. Skoðið myndina vel því þá munið þið sjá hvernig viðbóta byggingarnar munu rísa meðfram götunni aðgangsstétt út alla Hamraborgina. Þær byggingar sem fyrir munu því standa áfram en nú á bakvið nýju byggingarnar og milli þeirra verða þröng skuggasund. Með þessu verið að útrýma öllu sólarljósi fyrir þeim sem nú á þessu svæði. Þannig munum við fá þrönga götu í Hamraborginni á milli hárra húsa á báða vegu. Skoðum nú svæðið við Digranesveginn sem neðst í hægra horni á myndinni. Gert ráð fyrir því að rífa núverandi byggingar sem þar og byggja hærri og þéttari hús til að ná fram þéttingu á þessum stað.
Einnig uppi hugmyndir að rífa byggingarnar á milli Skjólbrautar og Borgarhólsbrautar sem við sjáum vinstra megin neðarlega á myndinni og byggja þar hærra og þéttar. Við sjáum líka að gert ráð fyrir því að halda áfram að byggja yfir Gjána. Sunnan megin, en þar gæti hugsanleg skiptistöð fyrir borgarlínunarisið og svo norðan megin, en þar gæti risið lágreist þjónustubygging, en byggingarnar yfir Gjána geta því aldrei verið háar vegna burðarþols ástæðna. Hægt að líta jákvæðum augum á þessi áform, þar sem þau munu ekki vera íþyngjandi fyrir svæðið og einnig munu þau draga úr umferðarhávaða frá bílaumferð Gjána. Bílastæðamál. Stórkostleg aukning verður á fjölda bílastæða á svæðinu við uppbygginguna. Á Traðareit gert ráð fyrir 280 bílastæðum og á Fannborgarreit gert ráð fyrir 270 bílastæðum. Undir Sólatorginu verða 65 stæði og að auki heimilt fyrir 400 viðbótarbílastæðum á svæðinu. Alls gera þetta 1000 viðbótarbílastæði fyrir utan þau sem nú á svæðinu. Skýtur þetta skökku við þá yfirlýstu stefnu hönnunaraðila að fjarlæga bílaumferð af svæðinu. Einnig má benda á að fjöldi út- og innkeyrslu bifreiða af svæðinu fyrir utan innkeysluna af Traðareit verði sá sami. Því má gera ráð fyrir því að umferðarþunginn út og inn á álagstímum verði til þess að nauðsynlegt þurfa að setja upp sjálfvirk umferðarljós til að anna traffíkinni í kringum þessar innkeyslur ef þessar tillögur ganga eftir. Skuggavarp. Næstum óþarfi að þurfa að benda á hversu mikil áhrif háar byggingar hafa á birtuskilyrði nærliggjandi húsa. Hið mikla byggingarmagn sem fyrirhugað að byggja á svæðinu slíkt að nánast verður skuggamyndun allt árið kring norðanmegin við þær. Nýlega rannsóknir á mikilvægi birtu á mannskepnuna benda til þess að sólarljós mun mikilvægara en áður var haldið og munu því þessar tillögur valda því að umhverfisgæði svæðisins rýrnar til muna. Veður og vindar. Áhrif háhýsa á veðurfar þekkt hér á landi og ófá dæmi slíkt. Það ætti því ekki að koma okkur á óvart að innkoma hárra turna inn á svæði þar sem aðrar byggingar munu hafa neikvæð áhrif á vindafar. Skýrsla sem gerð var af verkfræðistofunum Örugg og Eflu að beiðni verktaka sýna á sömu stöðum minni vinda, aðallega vegna garðsins á Traðareit þó. En á öðrum og mikilvægari stöðum, til dæmis fyrir framan Anderi, Gjábakka og á Mannlíksás, að þar verða vindgæðin næstum óþolandi. Á þeim stað gefa skýrsluhöfundar svæðinu fallengun, en það lendir í efsta stigi vindskalans sem þeir kalla óþægilegt. Skilgreining á því stigi óþægilegt fyrir almennt aðgengi en gæti verið í lagi þar sem fólk á ekki almennt leið. Því miður það hlálegt að að ræða Anderi Gjábakka en þar á fólk almennt leið. Til að sporna við þessu vindálagi telja skýrsluhöfundar nauðsynlegt að fara í mótvægisaðgerðir sem fela í sér að útbúa vangi á háhýsin til að hefta niðurstreymi vindana. Að auki telja þeir nauðsynlegt að reisa veðurveggi með grófnu yfirborði á Mannlíksásinn til að sporna við veðurálaginu. Á þessari löngu yfirferð hafi verið tínt til ótal mörg atriði sem munu hafa neikvæð áhrif á núverandi svæði. Taka verður þó skýrt fram að það að gagnrýna þarf ekki endilega að þýða að viljinn til að bæta núverandi umhverfi Hamraborgar sé engin. Þvert á móti nauðsynlegt að gera endurbætur á svæðinu, sem svo langt skeið hefur verið látið afskiptalaust. Hins vegar það skylda okkar að verja okkar nánasta umhverfi því að fjársterkir framkvæmda aðilar ryðjist ekki inn á svæðið með offorsi, þannig að komandi kynslóðir munu þurfa að klóra sér í kollinum til að skilja hvað gekk á þegar þessar framkvæmdir voru ákveðnar. Því verðum við í lengstu lög að fá sem flesta að borðinu til að fá fram öll sjónarmið íbúa Kópavogs með samráði. Ef slíkt samráð
fæst ekki fram með venjulegum aðferðum er ljóst að grípa verður til íbúakosningu þar sem bæjarbúar geta komið í veg fyrir ótrúlegt skipulagsslys í Kópavogi eins og nú stefnir í. Það sem er í húfi fyrir okkur Kópavogsbúa er miðbærinn okkar.